Ísak, þetta betri byrjun á undankeppni eða eitthvað? Nei, ég held ekki. Þetta var ótrúlega gaman að spila þennan leik. Við spilum gríðarlega vel í seinni hálfleik, spilum milli línanna, hlaupa aftur fyrir og búum til ótrúlega mörg færi. Ég held að það hefði getað verið 6-7-0. Þannig að bara ótrúlega stoltur af liðinu og ótrúlega gaman að fá að spila þennan leik. Hvernig var þessi fyrri hálfleikur fyrir ykkur inn á vellinum? Það var lítið færi og þeir voru byrjaðir að tefja strax. Já, það var ótrúlegt hvernig hann setti bara 2 mínútur í uppbót með hvað það voru að henda svo mikið niður. Þetta var alltaf start-stopp og við náðum einhver svona flæði í leiknum. En við náðum því í seinni hálfleik og ég held að markið á Gulla var gríðarlega mikilvægt. Gaf okkur svona push inn í seinni hálfleikin og ég held að allir sem horfðu á seinni hálfleikin sáu hversu gaman var að spila hann. Þannig að þriðja markið var ótrúlega flott og bara mjög stoltur af liðinu. Hvað getur þú lagt fingur á það? Hvað breyttist á milli hálfleika? Fóru þeir ofar á ykkur? Já, ég held þeir þurftu að gera það. Ég meina þeir voru 1-0, þeir þurftu að koma þessu ofar og það var meira pláss til að sækja í. En líka bara, við erum með þvílíkt góða leikmenn. Við sýndum það í dag, Albert, Hákon, strákarnir sem kom inn á. Bara ótrúlega flott liðsframmistaða. Þannig að ótrúlega stoltur á liðinu og fólkinu sem studdi okkur í dag líka. Vonandi verða ennþá fleiri í október, þannig að það var ótrúlega gaman. Þú talar þriðja markið, maður hefur ekki oft séð þetta frá íslenska landsliðinu. Nei, þetta var ótrúlegt að horfa á þetta og ótrúlega gaman. Geggjaði Jón Daði að sjá mig líka og Albert líka og Hákon. Þetta var ótrúlega flott og já, bara seinni hálfleikurinn var stórkostlegur og bara við erum að halda áfram svona. Það verður náttúrulega öðruvísi út í Frakklandi, við verðum ekki eins mikið með boltann. En það er bara annað stórt verkefni sem við ætlum að leysa og gera 100%. Skora 2 í dag og ert nálægt því að ná þrauninni. Það lítur að, varstu svekktur að ná því? Já, ég var mjög svekktur. Já, ég veit að skot reglulega vinstri fótur í þetta horn. Náði ekki að setja hann alveg út til hægri. En já, ég var að hugsa þetta í margar mínútur eftir að ná þrennu í landsleik hefði verið geðveikt. En þú veist, fyrsta markið það var tæft, þannig að þetta jafnast allt út, held ég. En bara ótrúlega gaman að skora 2 mörk hérna á Laugardalsvelli á þessum velli. Ég verði aftur að hrósa vellinum, hann er ótrúlega góður og hægt að spila alvöru fótbolta á honum, þannig að það var mjög gaman. En svo segir allt annað verkefni gegn Frakklandi næst, hvernig leggst það í þig og hópinn og hvernig staðan hérna? Við erum bara mjög spenntir fyrir því. Ég meina að fara til Parísar og ná í upset væri geðveikt. Við þurfum bara að vera full fókuseraðir. Auðvitað verður þetta allt öðruvísi verkefni. En við erum klárir í það og ætlum að gera okkar allra besta. Takk hjá þér. Takk.